Já, góðan daginn. Býð ykkur velkomin á 30. fund sveitarstjórnar Rangárþings ytra. Einhver athugasemdir við fundarboðið? Svo ekki, þá ætla ég að gefa sveitarstjóra orðið og hann fer yfir helstu mál úr rekstri sveitarfélagsins. Gjörðu svo vel, Ágúst. Já, takk fyrir það. Komið sæl og blessuð. Það sem hefur helst á dagana drifið frá því að við hittum síðast að það er gott að fá tækifæri til að fara yfir það. Við vorum auðvitað hér með fjárhagsáætlun og allt það núna á jólafundi, þannig að því er lokið í bili í það minnsta. Við vitum að það eru sem sé nýjar reglur varðandi sóttvarnirnar sem að tóku gildi í gær og allt gengur þetta nú þokkalega hérna í það minnsta hér á slóður hjá okkur og heilt yfir sýnismanni fólk við varlega og allt það. En við erum svona léttir aðeins á þessu og það er íþróttastarfi meira komið í gang og þetta er meira svona eins og eðlilegt og heilsuræktin komin í gang og svona eitt og annað. 20 manns með að koma saman, þannig að þetta er nú svona heldur léttara. En við þurfum ekki að eyða fleiri orðum í það að fólk þekkir þetta vel. Síðan það sem hefur nú kannski verið mest í gangi núna frá því jól, þá erum við búin að ganga frá tillögu að samningi við Arkís sem að liggur fyrir þessu fundi hérna til þá skoðanir og staðfestingar arkitektavinnu, hönnunarvinnu við þróun skólasvæðisins hérna á Hellu. Það er náttúrulega frábært að vera komin með það af stað. Það er mjög áhugasamir aðilar þar sem við erum þannig að semja við, gerðum þannig verkkönnun eins og fólk þekkir og þannig að ég er mjög spenntur fyrir því. Það er auðvitað stórmál í rekstri okkar sveitarfélags. Nú skipulagsmálin, það er eitt og annað þar. Við erum auðvitað núna að stefna í íbúafund núna 19. sem að við ætlum nú upphaflega að vera með í rauninni í dag en það er víst handbolti í gangi og það með fólk þarf að fylgjast með honum líka og hérna það er þessi skemmtilegi tíma á árinu sem eru hérna handboltamóti góða sem er nú hressandi líka en það er óþarf að vera með svona fund alvon í því. Við erum að hitta á dag þar sem Ísland er ekki að spila, þannig að við teljum að það sé nokkuð þennan dag í næstu viku. Nú síðan höfum verið að hitta aðila sem eru í rauninni að taka við eða ætla sér að taka við verkefnum hérna við Faxaflatir og ræða við þá útfærslu á því og það er líka mjög spennandi. Nú við höfum átt fundi með þeim sem að standa að flugvellinum hérna á Hellu, bæði varðandi mögulega breytingu á þar og mögulega einhvers konar deiliskipulag fyrir það svæði sem hefur verið rætt lengi en svona koma meiri kraftur í núna og það er áhugi þar og eru fundir núna líklega bara á morgun næst í því. Þannig að við höfum verið að funda með Ísafía og fleirum. Það er spennandi hlutir þar á ferðinni. Nú leikskólinn Heklukot, þar er hún Ingigerður sem að vera í sem nýja leikskólastjóra. Hún kemur ekki fyrir í vor svona í fullt starf þó hún sé svona á hliðarlínunni og sé með okkur samt. Þannig að við höfum ráðið hennar Rósu Hlín Óskarsdóttur til Voss til að veita leikskólanum forstöðu og það er mjög gott að veita því. Það er traustum höndum. Nú kom fyrirspurning stafrænt ráð sveitarfélaga á Suðurlandi og við tökum auðvitað þátt í því og Eiríkur Sigurðarsson, okkar maður hér meðal annars þeim málum hefur sótt fundi fyrir okkar hönd frá því í haust og það er eitthvað sem er svona mjög áberandi í umræðinni núna eftir að við höfum öll lært á
tæknina við að halda fjarfundi og þetta og sjá hvað þetta er lítið mál og þá er einhvern veginn komin ákveðin bylgja af stað í því að efla svona þessa stafræna viðmót hjá sveitarfélögunum og fleirum með þetta. Og við fáum fleiri til að segja okkur frá því þegar þetta er meira komið af stað. Nú, sveitarfélagið Suðurland, það er auðvitað risastórt verkefni. Það var sem sé samþykkt á fundi okkar síðast að taka þátt með þessum 5 sveitarfélögum í frekari formlega skoðun á því hvort að fólki hugnist það sem endar þá með því að fólk íbúar greiða atkvæði það hvernig það á að fara og það er búið að halda 1 fund þeirri verkefnisstjórn og næsti fundur í fyrramálið þannig að það er að komast á fulla ferð líka. Það er auðvitað mjög mikilvægt mál, mikilvægt að undirbúa það vel og kynna. Það er það sem vantar trúlega upp á að fólk hafi geta kynnt sér þetta nú vel. Það er búið að vinna mjög mikið, það er búið að taka saman gríðarlega mikið af gögnum í þessu en það nú þarf að svona útfæra þetta og kynna mjög vel þannig að fólk þekki þetta vel. Og þannig að það sé vel undirbúið undir það að greiða þá þetta atkvæði þegar það kemur. Ég held ég láti þetta duga. Takk. Takk fyrir þetta, Ágúst. Og við göngum þá til dagskrár. Og það er liður 1. Stjórn Suðurlandsvegar 1-3 HF. Fundargerð lögð fram til kynningar. Liður 2. Skipulags- og umferðarnefnd Rangárnes Ytra. Já, Margrét Arna. Já, takk fyrir. Ég veit að íbúar velta mikið fyrir sér að við má bakka í lið 1, velta mikið fyrir bara málum á Suðurlandsvegi. Kannski bara ef að sveitarstjóri geti kannski, ég veit að hann er þarna í stjórn, hvort hann geti aðeins farið yfir málin, hvað er í gangi, varðandi búð og það maður kannski skilja alveg að það er trúnaður og ýmsu en svona fara aðeins yfir. Það væri möguleiki. Takk. Já, takk fyrir það. Ágúst. Já, það er sjálfsagt að gera það. Það er stórmál líka og tilheyrir auðvitað rekstri sveitarfélagsins þó svo að þetta sé nú þannig að þetta er fasteignafélagið okkar sem er með auðvitað þessa leigusamninga og við eigum þetta með ásamt með Lífeyrissjóðnum og Verkalýðsfélagi Suðurlands og FIT. Þá er þetta mjög mikið hagsmunamál fyrir okkur og sem fulltrúa íbúa þá viljum við leggja mig fram og við að finna farsæla lausn á þessu. Það er ljóst að Kjarval eins og það hefur verið eins og sú verslun hefur verið rekin undanfarin þó nokkuð mörg ár. Hún er á útleið, hún segir upp samningi og samningurinn var renn út reyndar í lok apríl og þeir sögðu honum formlegu upp þannig að það er sem sé það fyrirkomulag er að hætta og það byrja nú vegna þess að samkeppniseftirlitið eða sem sé það var eitt af þeim skilyrðum sem að þeir þurftu að uppfylla út af samkeppnismáli þegar þessar sameiningar urðu á sínum tíma og þessi svo mikið verið leyst hvernig það ætti að vera fyrir það núna það eru sem sé núna viðræður í gangi við aðila að kaupa þennan rekstur og halda áfram og við höfum trú á því að það geti bara orðið mjög gott. Við höfum samt notað tækifærið í stjórn fasteignafélagsins og rætt við aðra aðila. Það er ekkert leyndarmál. Við höfum bara farið í þessa stóru aðila sem að reka lágvöruverslanir á landinu og fengið þá fund til okkar. Við höfum fengið forsvarsmenn, forstjóra samkaupa og við höfum fengið núna síðast forstjóra Haga sem að rekur Bónus og fleiri verslanir til að bara ræða við okkur framtíð verslunarreksturs á Hellu og ég held að séu allir sammála það sem við tölum við að framtíð hennar sé mjög björt og það er ljóst að er framtíð tækifæri í verslunarrekstri. En varðandi hins vegar þetta pláss sem þarna niðri og það sem við höfum verið með þessa búð
þá sem sé einkaaðili þar sem er þá ætla sér að kaupa reksturinn af Festi og halda áfram rekstri með svipuðu sniði. En það svo sem ekki allt komið, það er ekki búið að ljúka þeim samningum, við erum bara að ræða við hann samning en það verður eitthvað meira að frétta því mjög fljótlega, þannig að við erum bara í því núna þessa dagana. Það er ekkert langt þangað til það verður alveg komið á hreint hvernig það verður og ég vona. Takk. Takk fyrir. Margrét Erba, Björnsvall. Út á mjút. Já, svona, takk fyrir þetta. Já, það bara verður spennandi að fylgjast með þessu og tók eftir að það vantar einmitt inn á net okkar, eða vefinn okkar. Ég var að skoða þetta eins og það vantar að hafa fundagerð desemberfund á Suðurlandsvegar og opna, hún er ekki opin. Það er svona kannski eitt sem mætti kipa í liðin. Ég lýsi líka ánægju með að framkvæmdum út af lokaúttekt það hillir svona í að þeim ljúki og það geti að lokaúttekt geti farið fram. Því það er náttúrulega eign sem er í eigu sveitarfélagsins og er ekki búið að klára lokaúttekt. Þetta er ekki alveg til fyrirmyndar en vonandi bara ekki til og ekki öðrum til eftirbreytni. Þannig ég lýsi bara ánægju yfir að það sé að komast í höfn. Ekki bili. Takk fyrir þetta, Margrét, og þá höldum við bara áfram í lið 2 og það er skipulagsumferðarnefnd Rangárnes Ytra. Vísaði til umfjöllunar einstaka liði en fundargerð að öðru leyti staðfest og ég lesi þetta bara upp eins og venj og þið gefur merki ef ég alltaf að ég bara myndi segja nafni ykkur eða vilja fá orðið. Lið 2.1. Afmörkun Sólvalla og Langeygur úr Oddatorfunni landsskipti. Niðurstaða skipulagsumferðarnefnd Rangárnes Ytra. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við áform landsskipti til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulagsumferðarnefndar. Og er það samhljóða. Lið 2.2. Fiskeldi matorku í Fellsmúla, mat og umhverfisáhrifum. Niðurstaða skipulagsumferðarnefnd Rangárnes Ytra. Skipulagsnefnd telur að greinilega sé brugðist við þeim áhrifum sem umrædd framkvæmd kunni að hafa á umhverfi sitt með þeim hætti að ekki verði veruleg neikvæð áhrif að ræða. Skipulagsnefnd telur að fullnægjandi grein sé gerð fyrir framkvæmdinni í framlagðri greinargerð með tilkynningunni. Umhverfisáhrif hafa verið lágmörkuð með fullnægjandi mótvægisaðgerðum og vöktun. Skipulagsnefnd telur því að umrædd framkvæmd skuli ekki háð mat á umhverfisáhrifum. Til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Lið 2.3. Umferðarmál merkingar innan Hellu. Niðurstaða skipulags og umferðarnefndar Rangárnes Ytra. Staðsetning á umræddu skilti hefur ekki hlotið lögbundna afgreiðslu í stjórnsýslu sveitarfélagsins því telur nefndin að fjarlægja skuli viðkomandi skilti þar sem ekki þykir ástæða til slíkra íþyngjandi ákvæða fyrir íbúa í botni Fossöldu eða í botngötum almennt. Samhliða kallar nefndin eftir að unnið verði heildstætt og leiðbeinandi yfirlit yfir staðsetningu umferðarmerkinga á Hellu. Til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags og umferðarnefndar og félag sveitarstjóra að láta taka saman yfirlit staðsetningu umferðarmerkinga á Hellu. Og er það samþykkt samhljóða. Lið 2.4. Neðstún 17 og 19. Óskum aflegg göngustígar úr skipulagi. Niðurstaða skipulags og umferðarnefndar Rangárnes Ytra. Skipulagsnefnd tekur undir með forstöðumann þjónustumiðstöðvarinnar og leggur til að erindi umsækjanda verði hafnað. Til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Lið 2.5. Svínhagi SA21 breyting á deiliskipulagi. Niðurstaða skipulags og umferðarnefndar Rangárnes Ytra. Skipulagsnefnd leggur til að veitt verði heimild til breytingar á gildandi deiliskipulagi. Nefndin telur að óverulega breytingu sé að ræða þar sem breytingi víkur að engu leyti frá notkun, útliti og formi viðkomandi svæðis.
Auk þess að umrædd aukning fer ekki umfram nýtingarhlutfall lóðarinnar. Nefndin leggur því til að farið verði málsferðir samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga númer 123/2010. Nefndin telur ekki ástæðu til frekari grenndarkynningar þar sem breytingin mun ekki hafa áhrif á aðra en umsækjendur sjálfa ásamt því sem samþykkið nærliggjandi landeigandi liggur þegar fyrir. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 2.6. Fagurhóll breyting á deiliskipulagi. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar angående Sitra. Skipulagsnefnd samþykkir með fylgjandi tillögu og breytingu á gildandi deiliskipulagi. Nefndin telur að óverulega breytingu sé að ræða þar sem breytingi víkur að engu leyti frá notkun, nýtingarhlutfalli, útliti og formi viðkomandi svæðis. Jafnframt sé breytingin einungis gerð sem leiðrétting á áður samþykktu ferli. Nefndin leggur því til að farið verði meðferð samkvæmt 2. málsgrein 43. grein skipulagslaga númer 123/2010 en telur ekki þörf á að grenndarkynna breytinguna frekar fyrir aðilum leggur því til að fallið verði frá grenndarkynningu. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 2.7. Hvammsvirkjun deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar angående Sitra. Skipulagsnefnd samþykkir fyrirliggjandi tillögu að deiliskipulagi fyrir Hvammsvirkjun og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga númer 123/2010 þar sem núverandi tillaga víkur að engu leyti frá áherslum og efnistökum þeirrar tillögu sem kynnt hefur verið í fyrra ferli og er í fullu samræmi við gildandi aðalskipulag. Telur nefndin fyrir sitt leyti ekki þörf á kynningu skipulagslýsingar og leggur til að fallið verði frá kynningu hennar. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 2.8. Jarlstaðir breytinga afmörkun frístundasvæðis F74 í aðalskipulagi. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar angående Sitra. Skipulagsnefnd samþykkir fyrirliggjandi tillögu og leggur til að tillagan verði afgreidd samkvæmt 2. málsgrein 32. greinar skipulagslaga númer 123/2010 og send skipulagsstofnun. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 2.9. Borgir og landi Sólvalla deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar angående Sitra. Skipulagsnefnd telur að búið sé að bregðast við öllum framkomnum athugasemdum og leggur til að tillagan verði send skipulagsstofnun til endanlegrar afgreiðslu. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 2.10. Rangársslétta deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar angående Sitra. Skipulagsnefnd telur að búið sé að bregðast við öllum framkomnum athugasemdum og leggur til að tillagan verði send skipulagsstofnun til endanlegrar afgreiðslu. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 2.11. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Sólstaðir Klettholt deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar angående Sitra. Skipulagsnefnd telur að búið sé að bregðast við öllum framkomnum athugasemdum og leggur til að tillagan verði send skipulagsstofnun til endanlegrar afgreiðslu. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 2.12. Litliflói breyting á landnotkun í aðalskipulagi. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar angående Sitra. Skipulagsnefnd leggur til að sveitarstjórn samþykki beiðni umsækjanda og leggur til að gerð verði nauðsynleg breyting á landnotkun í aðalskipulagi angående Sitra 2016-2028. Þar sem núverandi landnotkun frístunda verði breytt í landbúnaðarsvæði á umræddu svæði. Nefndin vill jafnframt árétta að þar sem ekki liggur fyrir deiluskipulag á viðkomandi svæði að landeigendur gangi frá slíku hið fyrsta.
tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 2.13 Kallstaðir íbúðarsvæði í stað frístundasvæðis. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd telur að búið sé að bregðast við öllum framkomnum athugasemdum og leggur til að tillaga verði send Skipulagsstofnun til endanlega afgreiðslu. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Lið 2.14 Klettamörk deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd telur að búið sé að bregðast við öllum framkomnum athugasemdum og leggur til að tillaga verði send Skipulagsstofnun til endanlega afgreiðslu. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 2.15 Reynifell lóðir B5 og B7 breyting á deiliskipulagi. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefnd Rangárþing ytra. Skipulagsnefnd hefur veitt heimild til breytingar á gildandi deiliskipulagi. Nefndin telur að óverulega breytingu sé að ræða þar sem breytingin víkur að engu leyti frá notkun, útliti, formi viðkomandi svæðis í meginatriðum. Auk þess að umrædd aukning fer ekki umfram nýtingarhlutfall lóðanna. Nefndin leggur því til að farið verði við málsmeðferð samkvæmt annarri málsgrein 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Nefndin telur ekki ástæðu til frekari grenndarkynninga þar sem breytingin mun ekki hafa áhrif á neina aðra en umsækjendur sjálfa ásamt því að samþykki aðliggjandi landeiganda liggur fyrir. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Þá það liður 3. Erindi frá oddvita vegna leyfis frá störfum í sveitarstjórn. Fyrir liggur erindi frá Björk Rittardsdóttur oddvita leyfi frá sveitarstjórnarstörfum til 1. mars 2021. Sveitarstjórn samþykkir leyfið samhljóða. Varamenn taka sæti Bjarkar í nefndum og stjórnum og varaformenn taka við keflinu þar sem það á við. Skipa þarf formann í faghóp þróun skólasvæðis og Hellu þar til Björk kemur til starfa á ný. Tillaga að Ágúst Sigurðsson taki til hlutverk að sér fram til 1. mars 2021. Jafnframt tillaga að Eiríkur Sigurðsson haldi utan starf stýrihóps heilsueflandi samfélags í samráði við heilsu, íþrótta- og tómstundanefnd. Orðalaust. Steindór, gjörðu svo vel. Já, það eiginlega bara þetta neðsta með að ekki stórt að Eiríkur haldi utan starf stýrihóps heilsueflandi samfélags. Ég vissi náttúrulega ekki hvað þessi stýrihópur á að starfa lengi en þetta er þannig fyrir við þetta og þetta af því að heilsu, íþrótta og tómstundanefnd hefur ekkert verið sem sagt inn í þessu heilsueflandi stýrihópi. Hvort það sé kannski bara, það verður allavega mér að meina lausu að þetta verður bara flutt yfir á heilsu, íþrótta og tómstundanefnd þetta verkefni. Ég veit ekki hvað þið segir það. Já, Ágúst. Já, þetta ég held að það náttúrulega fleiri aðilar í þessum stýrihópi heldur en sem sé. Þetta náttúrulega svona fjölbreyttur hópur sem en það veist þú það, þú ert náttúrulega í hópnum þannig að þú veist hverjir eru en það var svona talið kannski eftir að ég hafði rætt við Eirík og við að kannski verið bara stuðningur af því að hafa nefndina með sér í þessu. En stýrihópurinn held ég að þurfi áfram að vera því það þetta fulltrúar þar úr fleiri áttum heldur en
beint úr sveitarstjórn eða nefnd sveitarstjórnar. En auðvitað það sjálfstætt að einfalda þetta, en ég held bara, þetta ekki svo langur tími sem að oddviti ætlar sér að vera í leyfi, þannig að kannski 1 fundur eða 2 eða ég veit það ekki. En ég held að þetta ætti alveg að ganga svona, að mínu dómi. Já, Steindór var búinn að biðja orðið svo Margrét Harpa. Jú, bara svona ítrekka það svolítið, það ekkert alltaf auðvelt að ná stýrihólmum saman og ég veit ekki hvort það væri ætlað að íþrótta- og tómstundanefndin væri þá öll á þessum fundum, þá væri þetta þessi stóri fundir en eins og þú segir, þetta náttúrulega stutt, vonandi verður þetta bara þetta frí og leyfi og þá það þessum þá eftir að taka þetta saman sem sagt helstu tikki í bóksin sem að segja það að þetta sé við sem að haka í þessi bóks sem heilsueflandi samfélag þarf að haka í þannig að það alveg mjög meinalaust að vera með 10-15 manna fund, þetta getur bara verið alltaf þungur en kannski verður þetta kannski bara 1 fund, 1-2 það við ætlum að reyna að vera að funda einu sinni í mánuði meðan við erum að koma þessu saman þessum atriðum sem við þurfum að tikka í og bæta og það þarf að bæta þeim. Þetta má svo sem vera svona í mínu vegna. Takk. Takk fyrir þetta, Margrét Harpa, þú varst búin að... Já, takk fyrir þetta. Ég held allavega að mér þætti eðlilegast að varaformaður þá, ef við þyrftum að skipa varamenn fyrir Björk í þennan hóp. Því að þetta náttúrulega, ég sé að fulltrúi öldungaráðs og eins líka fulltrúi ungmennaráðs og þetta allt með varamönnum og það kannski okkur láðist að setja inn varamenn þarna. En þó svo að Eiríkur sé starfsmaður nefndarinnar og starfsmaður stýrihópsins eða komi verkunum á stað og sé svona innan handar með það, þá held ég að það ætti bara, við ættum að skipa í, setja þess vegna varaformann heilsu íþrótta og tómstundanefndar í þetta starf ef ég veit ekki hvort að þið séu með aðra tillögur en ég held að það væri ráðlegt að gera það. Þó svo þetta sé stuttan tíma að ræða. Því að það held ég bara sjálf gefið að Eiríkur þetta sé partur af hans starfi að halda utanum og framkvæma það sem hópurinn leggur til. Svo framalega sem að það sé hægt. Og heilsu íþrótta og tómstundanefnd náttúrulega bara það segir sig eiginlega sjálft að hún hlýtur náttúrulega að koma með einhverja hugmyndir og vinna eitthvað að þessu. Og varðandi stýrihópinn, ég var að renna yfir samningin sem var gerður við landlæknisembættið núna, bara rétt meðan Steindór var að tala. Og þar hnaut ég einmitt að það tiltekið að það eigi að vera stýrihópur. Þannig að við komumst ekki til að því held ég næstu 4 árum að hafa stýrihóp. Þannig að, já, en viljið þið hugleiða hvort að við eigum að frekar að setja inn einhvern varamann í stað þessara einstaklinga. Takk. Takk fyrir þetta, Margrét, og það Hugrún, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það. Ég veit nú ekki betur en að það séu varamenn í þessum stýrihóp fyrir heilsueflandi samfélag og Eiríkur tengilegur stýrihópsins. Það ekki rétt hjá mér? Jú, ég held að það sé rétt, sko. Ágúst, varst þú með hver skráðu varamaður hann eða láðist það? Ég held að sé ekki skráðu varamaður, þannig að sé það ekki. En hins vegar að þá var þetta hugmyndin með þessu að varaformaður heilsu íþrótta og tómstundanefndar myndi sem sé, já, vinna eða koma inn í dæmi. Þannig að ég meina kannski bara best að segja það. Og Erna Sigurðardóttir sem sé í rauninni varaformaður eða hefur sinnt því. Þannig að við getum alveg sett hennar nafn að þeim, við reyndar ekki búin að tala við hann, en ég vissum hún tekur vel í það. Takk fyrir það. Hugrún? Inn á heimasíðunni kemur fram að varamenn fyrir stýrihópinn, í stýrihópnum fyrir heilsueflandi samfélag eru Jón Ragnar Björnsson, Góði Gnýr Guðjónsson og Guðmundur Jónasson.
En þetta væntanlega allt annað, þetta aðrir varamenn heldur en fyrir heilsu íþrótta og tómstundanefnd. Þetta varamenn hinna aðilana sem eiga sæti í heilsueflandi. Það ekki sem frá sveitarfélaginu ekki varamenn. Það engin varamenn fyrir mig eða hana Björk. Ég skilji. En ég má, þá svo sem styðja alveg, það náttúrulega miklu skýrar að sé bara varaformaður íþrótta og tómstundanefndar tekur þá bara við Kefli ótvita. Og þess að sé verið all nefndinni, ég sé bara ekki alveg fyrir mér að funda þar með eitthvað. Hópi fólks, það þá 10 manns. Það óþarfi eiginlega, sko. Þér að þessu. Margrét Hrafnhildur. Já, má ég ekki bara leggja til að við bara fellum út þessa síðustu setningu. Því þarna tiltekið fyrr í þessu texta að varamenn taka sæti Bjarkar í nefndum, stjórnum og varaformenn taka við keppninu. Þannig að getum við ekki bara sleppt þessari setningu? Ég legg það til. Já, það alveg spurning að gera það. Já, gjörðu svo vel, Ágúst. Ég tek undir það bara, það bara mjög einfalt mál. En ég vil ítreka, ég held að aldrei verið hugmyndin að nefndin færi að funda með þessum stýrihópi. Hugmyndin var bara að þetta væri í samráði. En ég er sammála því, hafa þetta bara skýrt, en það var held ég, þetta er sjálf sér ekkert mál, held ég. Bara sleppa þessari síðustu setningu, þá er þetta bara sem alveg á hreinu. Það þá bara, myndir þú breyta því bara í fundargerð og þá held ég bara beri þessi geta samþykkt þessa tillögu með þessum breytingum. Að síðasti setning fell út á gjamerki. Það samþykkt samhljóða. Þá liður 4 lánasjóður sveitarfélaga, lán til fjármögnunar framkvæmda, formleg bókun vegna lántöku. Sveitarstjórn Rangárþings ytra samþykki hér með á sveitarstjórnarfundi að taka lán hjá lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól kr. 130 milljónum með lokagjalddaga þann 5.4.2034. Í samræmi við skilmál á lánasamningi sem liggur fyrir fundinum, sem sveitarstjóri hefur kynnt sér. Sveitarstjórn samþykkir að til tryggingar láninu höfuðstól verðbótum auk vaxta, dráttarvaxta og kostnaðar standi tekjur sveitarfélagsins, samanber heimild í 2. málsgrein 68. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Nánar tiltekið útvarpstekjum sínum og framlögum til sveitarfélagsins úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Er lánið tekið til að fjármagna framkvæmda síðasta árs hjá sveitarfélaginu sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. Jafnframt Ágústur Sigurðssyni sveitarstjóra kennitala 311064 4879 veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd Rangárþings ytra að undirrita lánasamning við lánasjóð sveitarfélaga samanber framangreint sem og til að móttaka, undirrita, gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari, þar með talið beiðni útborgun láns. Og orðið laust. Ágúst, gjörðu svo vel. Já, þetta er bara rétt að skýra út að þetta er auðvitað eitthvað sem við samþykktum á nóvemberfundi sveitarstjórnar 12. nóvember í rauninni. Það var undir sem sé þegar við samþykktum viðauka í fjárhagsáætlun 2020 og þá samþykktum við að taka þetta lán, en þetta er í rauninni bara tæknilegt til að orðalagi sé alveg 100%. Þarna kemur fram að þetta er sem sé nýtt til
til verkefna til að fjármagna framkvæmdir í rauninni síðasta ári. Þannig að þetta eiginlega bara beiðni lánasjóðsins að hafa þetta orðalag á þessu eins og þarna liggur fyrir. Og þess vegna kemur þetta aftur fyrir okkur. Við samþykktum þetta í rauninni 12. nóvember. Þannig að lánið tekið til að fjármagna framkvæmdir síðasta árs á sveitarfélaginu. Það var ekki inn í textana sem við vorum með þegar við samþykktum viðauka. Til að allir séu með þá reyna. Þetta er það sama. Þetta er ekki nýtt lán. Takk fyrir þetta. Fleiri. Þeir sem geta samþykkt, þetta gefur merki. Samþykkt samhljóða. Þá er að liður 5, faghópur þróun skólasvæðis og Hellu, samningu við Arkís til staðfestingar. Fyrir fundinum liggur tillaga að hönnunarsamningi arkitektur hönnun vegna þróunar skólasvæðis og Hellu við Arkís Arkitekta EHF, miðað við allt að 2000 fermetra skólabyggingu og 1200 fermetra leikskólabyggingu. Ásamt aðlögun á núverandi byggingum 1200 fermetrar og gerir samningur ráð fyrir heildarþóknun til Arkís EHF allt að 12.850.000 án virðisaukaskatts. Áætlað er að verkefni taki 4 mánuði og Arkís skili vinnu sínu í formi frumdraga byggingar og gröfulýsingar að kostnar áætlað til afgreiðslu hjá verkkaupa þann 20. apríl 2021. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti fyrirliggjandi samning og feli sveitarstjóra að undirrita hann og gera viðeigandi ráðstöfun til að hefja verkið. Orðið er laust. Þeir sem geta samþykkt gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Bergrisinn PS aðalfundi 2020. Afgreiða þarf viðaukasamning. Fyrir liggur erindi til aðilda sveitarfélaga Bergrisans PS viðaukasamning við Sólheima í Grímsnesi aukna þjónustu á Sólheima í Grímsnesi vegna flutningsþjónustu þegar frá Breiðabólstað. Tillaga að sveitarstjórn Rangárþings ytra samþykki viðaukasamninginn fyrir sitt leyti. Það var það laust. Já, Margrét Hafnar Björnsval. Já, takk fyrir. Ég bara velta fyrir mig hvað þetta mikil upphæð hjá sveitarfélaginu? Vitið það sirka? Það er svona alveg, já, Ágúst, takk fyrir. Já, ég get svarað því, þetta í rauninni, það ekki verið að biðja í sjálfu sér upphæð aðra en þá að það er sem sé, við erum búin að samþykkja fyrir okkar leyti fjárhagsáætlun Bergrisans, en þetta eru 10 milljónir í viðbót í þetta verkefni sem var ekki inn í fjárhagsáætlun og sko við erum að taka þátt í Bergrisanum ásamt með 13 sveitarfélögum og Suðurlandi, Vestmannaeyjar er ekki inn í því en öll hinn. Og við erum að okkar hlutdeild er það bil 7%. Þannig að við getum sagt sem svo, þetta er sem sé, Bergrisinn er að velta 2 milljörðum á ári og stærstu hluta kemur ekstra fé frá jöfnunarsjóði, rúmlega 1,5 milljarður og síðan greiðum við sveitarfélögin í gegnum útsvarið. Við erum með þetta hluta af útsvarinu, 0,25% í rauninni sem rennur beint í þennan málaflokk. Það er 250 milljónir samtals og síðan hefur það ekki dugað til núna í nokkur ár, en að sveitarfélögin borga tvöfaldan þá upphæð í rauninni. Þannig að við erum að borga það bil 1,4 milljónir á mánuði í þetta verkefni. En 7% er okkar hlutur. Nálægt því. Takk fyrir þetta. Fleiri. Þeir sem geta samþykkt það, gefa merki.
og það samþykkt samhljóða. Þá liður 7 tillaga frá álista íbúafund. Rafrænt íbúafundur til kynningar á fjármálum. Fulltrúar álista í sveitarstjórn Rangúnar Sytra leggja til að sveitarstjórn boði til rafræns íbúafundar þar sem sveitarstjóri kynni nýsamþykkta fjárhagsáætlun og fari yfir helstu áherslur í rekstri sveitarfélagsins á yfirstandandi ári. Þetta skrifa Margrét Harpa Guðmundsdóttir, Steindór Tómasson og Ingibjörg Karl Jónsson. Orðið laust. Haraldur. Já, Haraldur. Já, þetta ekki bara fín tillaga? Bara samþykkja þetta og ákveða góðan dag á þetta? Margrét Harpa. Já, takk fyrir. Okkur finnst þetta einmitt, við höfum alltaf reynt að hafa þetta svolítið, reynt að opna svolítið þessa stjórnsýslu og vera nógu upplýsandi. Það okkar mottóð sem eru líka mjög ánægð að hafa þetta að COVID leiði til þess að fundir sveitarstjórnar eru í beinni útsendingu. Við erum mjög hamingjusöm með það og vonandi þetta komið til að vera. Já, ég bara vona að þið sjáu ljósið og skellið ykkur í þetta og þetta verði líka þá framkvæmt. Því að þessi svipuð tillaga var samþykkt fyrir 2 árum síðan og sá fundur var aldrei haldinn, þannig að þá var ekki ákvörðun sveitarstjórnar var ekki framfylgt og það þykir okkur mjög miður. Takk fyrir. Já, þetta bara besta mál og að upplýsa stöðu mála. Og þeir sem geta samþykkt þetta gefur merki. Það samþykkt samhljóða, tillaga upp að samþykkt samhljóða, sveitarstjóra falið að undirbúa fundinn og miða við að hann verði haldinn fyrstu vikunni í febrúar. Já, allir við verðum ekki að samþykkja það líka. Er það ekki bara ágætis dagsetning, ágúst? Gjör svo vel. Já, þetta ég ætla nú kannski bara rétt að fá að tjá mig þetta. Ég minnist bara mjög vel á þetta og bara frábært tækifæri. Þetta var nú eitthvað klúður hjá okkur að halda ekki þennan fund á sínum tíma og ég man ekki af hverju það var eitthvað þú var búin að ákveða tíma en síðan. Þannig að núna bara tækifærið og bara þessi rafrænu fundir auðvitað að virka mjög vel og vonandi getur fólk nýtt það og auðvitað að taka þátt í þessu hlusta og taka þátt í svona fundi, þannig að þetta bara spennandi. Hlakka til, greiða þessu mitt atkvæði. Og fyrsta vikan í febrúar það ekki bara fínt? Já. Það bara þá stutt í þetta. Takk fyrir það. Og þá það samþykkið það bara, ég ber það bara upp aftur, sveitarstjóra falið undirbúa fundinn miðað við að hann verði haldinn fyrstu vikunni í febrúar og þeir sem geta samþykkt gefur merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá það spurning næsta leið, hvort að tæknistjóri myndi setja okkur í svokallað breakout room. Taka á östu hlýja. Ég seti ykkur í breakout room og þið komið svo bara tilbaka þegar búin. Það stilt á 30 mínútur. Það ætti að. Já, takk.
Þá sýnist mér allir vera komnir aftur, þá höldum við bara áfram. Og það liður 9, Strandvörður Íslands, kynning. Óskum samstarf við hreinsun stranda. Tillaga að vísa erindi til umhverfisnefndar til umfjöllunar. Orðalaust. Og þeir sem geta samþykkt gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Svo liður 10 til umsagnar frá Alþingi, málasafn 2021, frumvarp til laga kosningalög, 339. mál, frumvarp til laga hálendisþjóðgarð, 369. mál, lögð fram og rædd drög að umsögn sveitarfélagsins frumvarp til laga hálendisþjóðgarð, tillaga að fela byggðarráði að ganga frá umsögninni í samræmi við umræður á fundinum og orðalaust. Ágúst, gjörðu svo vel. Já, við höfum auðvitað þessa vinnuskjöl okkar hérna sveitarstjórnin þetta. Við höfum sendt inn 3 sinnum umsagnir í þessu og síðan sér maður það þegar maður les þetta frumvarp sem þá komið fram að það hefur verið tekið tillit til einhverja atriða sem við vorum að benda á en ekki allra. Og þannig að mér finnst í það minnsta sjálfsagt að við sendum inn okkar umsögn og hérna eins og við bókuðum þetta á síðasta fundi að við ætlum að gera. Og það þarna atriði sem eru mjög mikilvæg. Það þessi skipulagsmál og skipulagsvald okkar og við erum að vinna í svæðisskipulagi fyrir Suðurhálendið og sem við hljótum að benda á að sé lykilatriði í þessu máli í rauninni til frambúðar og þannig að heimamenn séu að koma með þau atriði sem okkur finnst skipta mestu máli varðandi skipulag hálendisins og það gert ráð fyrir því að það sé litið til aðalskipulags sveitarstjórna til að byrja með en það nú gefið í skyn að það muni síðan taka enda og eftir einhver ár og þá sé bara ekki litið á það endilega meir og við erum kannski ekki sátt við það, það finnst ekki mér finnst að það er að taka mjög tillit til þeirra skipulags þeirra áhersla í skipulagsmálum sem við setjum sjálf heima fólk aðeins og það kjörið að nýta einmitt þessa vinnu með svæðisskipulagningu Suðurhálendisins til dæmis. Og það eru þarna fleiri atriði sem að skipta miklu máli. Það reyndar komin inn kafli nýtingu sem að við lögðum mikla áherslu á að þetta væri ekki bara stjórnunar og verndaráætlun sem að þetta gera fyrir þennan miðhálendisþjóðgarð ef af honum yrði heldur þyrfti hún að vera nýtingaráætlun líka, alveg eins og hinn þverpólitíska nefnd benti á sín tíma. Og það má segja að það hefur verið tekið tillit til þess að upp á vissu marki. Það komin þarna heilt kafli það, atvinnustefnu og eitt og annað. Þannig að það til bóta. En ég held að það sé bara mjög gott fyrir okkur að velta þessu vel fyrir okkur, lúslesa þetta frumvarp, gefa okkur núna þessa daga sem við höfum og klára þetta svo á byggðarráðsfundi. Því að við þurfum að senda þetta inn fyrir 1. febrúar. Takk. Takk fyrir þetta, Ágúst og fleiri. Haraldur. Já, ég held að sé mikilvægt að við vöndum svolítið vel þessar athugasemdir okkar við þetta frumvarp því að það nú mikið langt frá því að það sé einhver eining í héraði að gera allt hálendið að þjóðgarði.
En það hefur ekkert verið sýnt fram á það sé endilega besta aðferðin til að stýra málum á þessu hálendi. Við vitum alveg hvernig málum háttað núna. Núna þetta þjóðlendur og það forsætisráðuneyti sem fer með stjórnmála með sveitarfélögunum og víðast hvar hefur það gengið ágætlega. En sko, þetta atriði sem þetta að setja inn þetta mál núna og þessar athugasemdir sem sé í svona opið skjal og hafa það þar næsta hálfa mánuð nú kannski líka hugsað til þess að fólk geti sent okkur hugmyndir að lesa þetta yfir og ef það hefur eitthvað við að bæta þá væri nú gott að fá viðbrögð frá íbúum. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Haraldur, og Steindór, gjörðu svo vel. Já, ég ætlaði nú að taka undir það sem að Haraldur sagði að bara benda fólki á að hvort sem það vill senda okkur eða það getur náttúrulega hver á einn íbúi og sendt sínar athugasemdir við frumvarpið bara á samráðsgáttina, þannig að það er ágætt að fólk vitið ekki það að þá er einhverju að hlusta þá er það hægt, það er hversum sem getur sendt inn athugasemdir, þannig að það er einmitt sjálfsagt að við bara skoðum hvar eins og sveitarstjóri sagði að skoða hvar hefur verið brugðist við og reyna þá að hnykkja á því sem við teljum að standa út af, hvort sem að fólk er svo sammála þess ekki, það verður en allavega að koma fram á framfæri athugasemdunum og svo kemur það bara ljós hvað verður, en það verður sjálfsagt aldrei eining þetta hér að hvað sem verður gert sko. Það er nú ef það á að verða þannig þá verður þetta sjálfsagt bara hægt að sleppa þessu stressi, það verður náttúrulega aldrei eining þetta, en því betri vinnu sem við leggjum í þetta, þá verðum við bara búin að gera okkar og síðan er þetta alltaf Alþingi sem ákveður fyrir rest. Takk fyrir það. Já, takk fyrir það. Fleiri? Nei, ég held að þetta sé eitthvað sem er mjög gott að allir kynni sér og sjálfsagt skipta skoðun á þessu. En þeir sem geta samþykkt þetta, gefið merki. Þetta er samþykkt samhljóða. Við 11 samstarfsnefnd könnun á sameiningu sveitarfélaga í Rangavalla og Vestur Skaftafellssýslu. Fundargerð fyrsta fundar 8.1.2021. Lögð fram til kynningar. Lið 12 SAS. Fundargerð lögð fram til kynningar. Lið 13. Aðalfundur SAS 2020. Fundargerð til kynningar. Lið 14. Aðalfundur HSL 2020. Fundargerð lögð fram til kynningar. Lið 15. Félagsmálanefnd 83. fundur fundargerð. 1.12.2020 lögð fram til kynninga. 10.12.2020 fyrir ekki. Lið 16 viðbragðs- og aðgerðaáætlun vegna COVID-19 og Rangárþing ytra. Ný reglugerð á takmörkun á samkomum, hún lögð fram til kynningar. Lið 17 íbúafundur skipulagsmál. Upplýsing á íbúafund skipulagsmál 19.1.2021 og lagt fram til kynningar. Lið 18 nýsköpunardagur 2021, áhrif COVID-19 og opinbera þjónustu, lærdómur til framtíðar og það til kynningar. Lið 19 landgræðslan bændur græða landið 2020, bændur græða landið árið 2020, það er lagt fram til kynningar. Afsakið. Já, varðandi þetta, mér finnst bara mjög ánægilegt þegar maður fær erindi þar sem er verið að tjá sveitarfélaginu að það sé ekki verið að fara fram á styrk eins og vant er. Mér finnst það mjög jákvætt. Takk. Takk fyrir það. Já, það er alltaf smá ljós í þessu öllu saman einhvers staðar.
Já, og þá dagskrá fundarins tæmd og fundargerð yfirlesin og samþykkt rafrænt með signet.is og þá bara fleiri ekki gert og fundi slitið, hvað ég að segja, 17:15. Takk fyrir.